Sælverði og velkomin í Kantapottin þessa vikuna. Og hjá mér staddur engin annar en höfðinginn Magnús Þór Sigmundsson. Já, komdu blessaður. Gott að sjá þig. Gott að sjá þig. Já, sömuleiðis. Það hefð fyrir því að við skálum í Jesúlaði. Já, Jesúlaði, já. Jesúlaði. Er þetta frá himnum? Já, þetta heilagur drykkur. Af því að þetta hvað held ég, 30. þátturinn sem gerum, eða 29. Já. Og ég vil meina að Jesúlaði bjarga mér frá því að klúra öllum. Já, það verður alltaf að vera eitthvað. En hvað segirðu, Magnús? Bara mjög fínt. Hvernig fer lífið með þig í dag? Ég er að gera hljómplötu núna sem heitir Ég lofa þig líf. Ok, góð titill. Já, sem ég er bara að þakka fyrir gengin spor. Og fagnaði bara að vera til akkurat bara hér og nú í augnablikinu og það fer vel með okkur. Okkur hjónin og eigum börn og barnabörn og þetta gengur allt bara og skapar sína eigin sögu sem er okkur svona bara góð. Er þetta bara á þröskuldinum? Ertu búinn að gera þetta út? Ég var að klára mixana bara í fyrradag. Nú, ok. Já. Má ég spyrja þig, ég er svo forvitin, nú ekki lengur vínill nema einhverju servidringar, ekki það diskarnir. Hvað fá tónlistamenn tekjur í dag? Er það bara upp á sviði? Já, eiginlega. Það eru einhverjir styrkir sem menn sækja hjá Stefi og Ríkisútvarpinu og Stöð 2 og svona. Það er eitthvað svoleiðis sem hjálpar aðeins til. En svona dæmi að gera þetta almennilega, sko, það kostar miklu meira heldur en eitthvað svona, sko. En ég held að menn gera þetta ekkert á mínum aldri nema bara eiga fyrir því. Sko. Ég fjármagnar sig bara sjálfur. Já. En nú er tæknin flekt svo mikið fram að fyrir kannski 40 árum var bara svona heilt salur að tækjadrasli til að taka upp eitt lag, sko. Já, ég veit það. Nú er þetta bara svona einhver sími eitthvað. Mér finnst best að hafa þetta þannig að sundlaugin er uppáhaldsstúdíóið mitt fyrir utan hljóðrita. Okay. Ég fer yfirleitt bara með 4-5 manna teymi í sundlaugina með lögin ekkert of vel æfð, svo næstum því æfð og svo er bara diskussion og þegar allir eru orðnir svona á sama stað í vatninu svona, þegar vatninu er búin að renna vel saman, að þá segjum við, jæja, ef við ekki bara prófa að taka upp þetta lag. Þá meinar það stúdíó, þú segir sundlaugin? Já, það er stór sundlaugin sem ekki í sundlaugin? Nei, þetta er gamla, þetta er í Kvosinni í Sigurósastúdíóið. Já, hérta því. Já, og þetta er mjög fallegt stúdíó, hátt til loft eins og hér og hljómurinn endurkastast ekki. Stór hljómur. Já, og þannig að ég sitt mér bara, ég er með sjálfa mig svona stóran hluta inn í skáp, tónlistarmanninn. Ég hef hann til hliðar, af því að ef ég er með hann svona með mér alla daga þá er hann bara að þvælast fyrir mér og konunni og mér og börnunum og öllu saman, þannig ég set hann alltaf inn í skáp. Já, bara búin í vinnu. Já, og þó bara þegar ég fer að gera eitthvað þá tek ég hann út og þá verður hann ofboðslega glaður, sko, æsist, sko, nú verður sko gaman. Og Magnús minn, farð þú bara til hliðar, nú er ég mættur, sko. Og svo fer hann bara á svið með strákunum og brillerar, hann gerir það. Þetta er bara náungi sem ég þekki bara orðið og ég treysti honum til þess að taka af mér Guðin er að vera hinn Magnús. Já, og þá hætti ég að hugsa og ég læti þetta bara gerast og undanfarna þessar plötur þá tek ég það bara upp live. Læt söngin og allt standa. Og svo þegar það er búið eftir 2 daga, 2 daga ferli, sem er eldheitt allir með og mörg lag að verða bara til í einu teiki, sko. Og að því maður manna sig upp í svona ástand, þetta er bara eins og spretthlaup eða hvað sem maður ætlar að gera og ætlar að gera bara á stað og stund og upplifa það vel og það er yfir miklu betri lausn, finnst mér orðið af reynslunni talað, heldur en að vera taka þetta, gera tilraun og ætla svo að laga þetta og gera einhverjar mörg teik seinna. Það verður aldrei eins gott. En hvenær hefur vonað að heyra
þessar plötur? Bara núna með hækkandi sól. Bara, já. Ég myndi halda það, já. Ok. Og við að tala þá um Spotify eða? Já, ég læt gera geisladisk, svo ég líka að gera heildar yfirlit yfir 56 lög eða 60 útgáfur af þeim í bók. Okay. Sem eru bara nótur og lagasmíðar sko og ég geri geisladisk með bókinni af 9 lögunum sko. Bara til þess að það fullt af fólki sem kaupir ennþá geisladiska sko. Já, ég hef heyrt það. Já, sérstaklega menn af mínum aldri sko. Ég á þínum aldri. Já, ég meina það. Það líka fallegra hljóð af geisladisk heldur en í gegnum einhvern net sko. Já, en hvað með vínilinn? Ég var svo glaður þegar vínillinn hvarf og það var bara svo lítið og rosa sánd. Ég gerði vínil, síðustu plötu sem ég gerði með Garðurinn minn heitir hún. 2-faldan vínil sko. Þetta bara svo dýrt að kosta 2.000 kall að gera hvert stykki. Af vínil? Já, 2-faldum vínil. Já, ok, það svona dýrt. Já, þetta orðið luxusvara bara. En nú þetta voru mikið í, sko, fólk að safna vínil og kaupa nýja vínil. Já, ég held að menn, hvað allir svona vínil, ekki verið að selja þetta á 5-6 þúsund, hvað svo er það? Ok. Gett tróði. En ég bara hraus sögur við þessi í þetta skiptið að gera vínil af því þetta var svo dýrt síðast og ég að eyða fullt af peningi í þetta núna. Ég var að klára ferlið. Þetta búið að vera mér erfitt þetta ferli, ekki sköpunin og ekki flutningurinn en eitt af því heldur eftirvinnslan. Af því að við tókum þetta upp fyrir 2 árum rúmum. Já, og svo kom COVID í heilt ár og enginn þorði neitt að gera að hittast eða mæta eða þannig að þá ákvaði ég bara að setja þetta undir koddann og svo tók ég þetta fram á síðast ári í svona, snemma á síðast ári talaði við mann sem að ég hafði heyrt af sem heitir Friðrik Helgason, mikill snillingur og æðislega flott eyru en mest að vinna í live-senunni þannig að taka upp mixabönd á tónleikum og mixaði plötu með Júní sem Meyvald svona síðast sem að mér fannst svona áhugaverð nálgun og þannig ég hringdi í hann og spurði hvort hann hefði áhuga á þessu og hann sérvitur þessi maður, einrætt og sérvitur og svona okkur kom saman það að við getum kannski gert þetta þannig að hann kom þá heim til mín alveg í margar sessjónir. Okay. Og ég á tæki, ég keypti fullt af tækjum til að hafa heima þannig ég alveg sjálfbær allar upptökur sko. Já, okay. Heima sko. Já, það lítur nú að spara fullt af peningum. Já, og það er líka miklu ánægilegra, þú hefur bara tíma. Það ekki svipað og ég að gera Já, þetta alveg það sama. Tækin mín og sviðið mitt og bara heimaframleiðsla. En ég forvitin Magnús, hvaðan kemurðu, hver ertu, hvert þetta fara? Já, hvað ég kem og hvert ég fer veit ég harla lítið byrjaði einhver texti. Hvaðan ertu? Ég úr Ytri Njarðvík. Mestu því bílabænum? Já, Njarðvík var náttúrulega hann bara í hliðina. Það var mikið rifrildi þegar ég var barn á milli bæjanna. Já. Afi minn var útgerðarmaður, átti 3 báta og var hreppstjóri í bænum og hann átti eina dóttur sem hét Anna og 4 bræður. Og svo kom maður frá Færeyjum sem heitir Sigmundur og faðir minn og hún var þá 17 ára móðir mín og hún verður ástfangin af þessum 27 ára gamla manni sem kemur frá Færeyjum. Og hann er að fara að vinna fyrir afa, sem sagt. Og þetta var í óþökk sko, bræðrennar sko og líka afa helvítis Færeyingurinn komið til að stela stelpunni sko. Bölvaður útlendingur. Já, en þau eruðu ástfangin og ég var til og dásamlegur kall hann pabbi, hann kendi mér miklu meira en allir aðrir menn. Ok, hvernig það? Hann talaði ekki mikið en hann átti rosalega sterkt þögult tungumál. Augnatillit, hreyfingar, svona nikkakolli og
hann lét mann bara vita það væri til svona eitthvað innra tungumál, eitthvað sem liggur að baki hugsun og síðan afleiðingu hugsunar sem tal og mál. Hann talaði hana innanfrá og maður þurfti að lesa þetta og þetta kenndi mér rosa mikið í mannlegum samskiptum, fannst mér og finnst. Þetta náttúrulega, við lesum í all afbragð þegar við erum að tala við hvort annað, augsvip, hendur. Já, þetta frum tungumála þarna. Fyrst það þetta, líðaninn og allt sem hún tekur inn og síðan breytir þessi yfir í hugsun. Og svo ertu búin að þróa með því túlkun og hugsun sem mál. Þannig að hann vildi frekar nota frumið, þögnina og láta fólk bara sjá það að hún lifi vel og hann þurfti ekki að segja, mér finnst þú æðislegur, þú bara fannst það. Maður farra orða. Já, hann var það. Svo skreið hann út í horn og spilaði á munnhörpu. Er þar músíkin komin inn í? Já, ég myndi halda að músíkin væri mest frá honum. Og Byrjaði að fikta tónlist snemma? Nei, ég lá yfir ameríska útvarpinu bara alveg frá 8, 9, 10, 11, 12 ára. Kannaútvarpið. Það kannaútvarpið, sko. Og var alltaf músíkalskur, fannst mér. En svo fór ég að fikta á gítar svona í kringum 17, 18 ára. Hann byrjaði svona sent? Já. Já, það náttúrulega ekki sent, en það svona mjög marga að þínu kaliberi, sko. Já, nei, en svo eftir ég er náttúrulega svona það sem búið að skilgreina í dag sem ADHD-maður. Ég vissi ekkert það fyrir bara undir fertugt. En þarna, ég fæ svona dellu, Ef ég fæ áhuga á þessu, þá fæ ég áhuga á því. Brennandi, Þannig ég æfði mig bara 7 tíma á dag. Alveg. Og byrjaðu samt að strax að semja sjálfur? Nei, ég vildi fyrst ná tökum aðeins á hljóðfærinu og það var alltaf bara Peter Gunn og svona og bara þetta, það voru bara 3 strengir í gítarnum manni, lengi. Og ég notaði þá bara mikið feelingur, En hvað málið með 3 strengi? Var bara djúpustrenginir, Peter Gunn, það voru bara ekki fleiri í honum. Voru ekki verið strengir í gítarnum og fékkst hann? Nei, já, hann var gítar sem var þarna heima bara og einhver skilnaði hann eftir í einhverju bréri, Þannig byrjaði þetta. Já, svo fór ég á sjóinn mann og ég tók gítarinn með mér og var alltaf að spila spila þessa sömu frasa og hér Einar skrifstjórinn, þá var ég eitthvað 17, 18 spanni og svo bara var mér orðið svo óbáslega mikið niðri fyrir að vera tónlistarmaður að ég fer upp í stýrishús til hans. Hann myndi mig á þetta sjálfur seinna og ég segi við hann, heyrðu, ég ætla bara að hætta þegar við komum í land. Það voru 3 dagar eftir að úthaldinu. Það var vertíð. Það var í maí, held ég að þorskavertíðin hætti þá með minni það. Og ég fer upp í stýrishús og segi, heyrðu Einar, ég ætla bara að hætta þegar ég kemur í land. Og hann ætlaði bara, láttu hann ekki eins og fáið þetta drengur, þú bara klárar úthaldið. Ég sagði, nei, veistu það, ég verð að hætta. Og hvað ætlar að fara að gera drengur? Ég sagði, ég ætla að gerast tónlistarmaður. Og hann hló náttúrulega bara að mér, Já, Þetta verður ekki hljóma vel í fátæk stýrishúsinu? Nei, þetta hljómaði bara eins og fáið sem ég hef líklegast verið. En ég fór bara í land og byrjaði bara að æfa mig og bætti við 3 strengjum. Í gítari og svo fór ég að stúdera þetta betur og þegar ég var búinn að læra fyrstu 3 hljómana þá samdi ég bara lag. Góður. Það var svoleiðis og svo alltaf þegar bættist við hljómur eða 7. eða 6. þá breytti ég því yfir í einhverja smíðar, bara lagarsmíðar. Var þetta allt frumsprottið? Bara kenndir þið sjálfur? Nei, maður lærði þetta náttúrulega frá Beatlunum og Hollies. Já, þú hlustaðir á aðra tónlist. Já, maður hefði þetta. Já, maður komið með þetta í blóðið, Þetta náttúrulega eins og hverjir aðrir áhrifavaldar, Hverjir voru stór áhrifavaldar? King Crimson mest. Já, snillingur. Þú veist, mér fannst þér alveg geggjaðir, Og þeir komið með þessar stóru 600 og 700 og svona hljóðheimur sem manni fannst ótrúlega flottur, og ég var fljótur að ná honum, læra þessa hljóma,
og ég ákvað að fara í gítarnám og ég fór í 1 dag af því mér leist bara ekkert á þessa aðferðafræði. Hann byrjaði bara á 1 streng, spilaði hann hérna þennan streng, Magnús minn hérna, ding, ding. Taktu svo næsta streng, hann heitir A, dang, og ég sagði bara, já, ég vil ekkert læra þetta, ég vil bara læra að spila hljómana. Já, það kemur að því, Magnús minn. Og ég sagði bara, kemur bara ekkert að því, Magnús minn, það ég bara hættur. Og bara búinn með þetta. Já, mér fannst miklu skemmtilega bara það sem ég var sjálfur að pikka upp, sko. En hvernig framfleytir þið? Varst það að vinna með þessu? Já, ég vann aðeins með þessu. Ég hef unnið, ég var á sjó náttúrulega í 7 mánuði og svo var maður að droppa svona í uppskipun og svona. Hlaupaverk. Já, ég var aldrei fastur í vinnu, ekki nema þarna og svo miklu seinna þá fór ég að vinna á geðdeild. En ég bara ekki vinnufær. Ég svo mikið draumhugi, sko. Ég komst mjög fljótt af því, ég hafði ekki athygli, sko. Ég var alltaf út á þekju, sko. Er það hátíð dæmi? Já. Mér fannst miklu skemmtilega bara að svífa bara og hugsa eitthvað og vera bara að pæla bara í einhverju öðru heldur en að vera að nördast við eitthvað sem ég þurfti að gera, sko. Vel gert. Varst það sukka með þessu? Ekki strax. Svo fór ég eins og flest aðrir á þessum tíma að reykja hass. Vel gert. Og já. Og svo náttúrulega svo kynntist ég Jóhanni. Það var klassísk og skemmtileg kynning vegna þess að við vorum þá var þessar 7 mánuði sem ég var að vinna í landi líka. Og sem verkamaður hjá Njarðvíkurbæ og hann sem verkamaður hjá Keflavíkurbæ og þá vorum við að grafa skurð á milli bæjanna og leggja í þetta hvort sem það var skólp eða leiðslur eða eitthvað svoleiðis og við vorum að moka yfir leiðslurnar og við mokuðum okkur saman. Kynntust þið þannig? Já. Vel gert. Og stoppuðum með skóflurnar bara hérna og þá segir Jóhann, já ég hérna, við erum við hljómsveit þetta sem heitir Rófar. Já, það? Já, mér finnst rosalega skemmtilegt. Kingsley hérna, Tired of Waiting for You. Já, við erum einmitt að æfa það, segir hann. Og ég segi svona, já, má ég koma á æfingu? Já. Og ég kunni introið á Tired of Waiting for You alveg fullkomlega. Þannig að ég fyrir upp á svið og fær ammaskítarinn hjá þeim sem var þar og spilaði og þeir alveg maður, yes! Þetta sko geggjaður gítarleikari maður. Ekki til ég að koma bara í hljómsveit. Og ég mætti bara í bandið og við breyttum nafn og kölluðum okkur Nesmenn. Og þannig vorum við að spila. Þá var ég búinn að læra nógu mikið til þess að vera svona mellufæri í að spila tökulög. Sko, vorum ekkert komið mikið í að taka okkar frumsamdefni þó það væri aðeins til. Og báðir þannig við Jói. En við, Jóhann urðum bara svona æðislega fallegir andlegir elskóðar, sko. Við bara skildum hvern annan og ég þekkti hann bara í gegnum tungumál pabba. Hann talar ekkert mikið Jói, sko. Hann svona... Sýnir það. Já, hann bara svona hugsanalesari, sko. Og við náðum bara þar saman og svo fórum við bara að setjast niður hann í kjallara hjá honum og semja. Svo man ég eftir að Ómar Valdimarsson frétti af okkur, við höfum verið að spila þarna í Keflavík á einhverjum litlum uppákomum og hann kemur niður í kjallara hjá okkur og kynnir sig og þá erum við búin að taka upp á segulband nokkur lög, Mary Jane og Lady Justice og fleiri lög sem eru þekkt og hann hlustar á þetta og segir mikið anskot þetta flott hjá okkur strákar, má ég ekki taka upptöku af þessu? Hann tekur upptöku, fer með þetta í nokkra skóla, 3 menntaskóla og vitið menn, síminn byrjaði bara að hringja vikun eftir. Já, bara tróðu upp. Já, tróðu upp. Og við áttum ekkert nema 6 lög, 7 lög. Sko. Var það bara að fara í hringin? En við spilum bara 7 lög og þökkum fyrir okkur, sko. Já, var það svo leiðist? Já. Og sömu lögin í allir skóla? Já. Og það var meira svorðið þannig að krakkarnir kunnu þetta. Sko í skólanum, sko. Þetta var eiginlega með ólíkindum þessi að við skildum slá í gegn svona. Og var þetta borgað? Já, aðeins, smá, sko. Já, allavega. Já, og nóg til þess að kaupa hass.
eða eitthvað. Og við vorum báðir í svona drauma, mjög draumkenndir og utan við okkur. Og sem var bara fallegt ástand, sko. Og báðir byggum bara í umhverfi þar sem ég fekk alltaf fisk og mat hjá að bátunum að safa. Og hann bjó heima hjá sér. Hvernig er grátur það? Já, maður þurfti ekkert mikið, sko, alls ekki, sko. En hvernig, þarna eru þið konum tveir saman? Já. Og þið leggjast það með þessar hljómsveit og farið í þessa skóla? Já. Nei, við fórum ekki með hljómsveitin, sko, við vorum bara tveir. Þið voru bara tveir? Það byrjar svona snemma? Já, nei, sko, fyrst var hljómsveitin, þá spiluðum við på flugvelli og hér og þar, og svo fórum við að vinna tveir. Sem ég frumsamið, sko. Hvað ár erum við að tala um? 71. Þið byrjuðu svona snemma? Var náttúrulega vissi af ykkur alla tíð, sko? Það byrjuði 71 gerðum við fyrstu upptökurnar okkar. Og þá inn á svona stór Sony segulbartæki, Sound on Sound hérna. Þá gæstu tekið upp á eina rás, duett, sko, og sent það svo yfir á hina rásina og spila með. Já. Og svo aftur tilbaka og spila með. Það er svona bætt við. Já, þannig að við kláruðum nokkur lög svoleiðis og fórum með þetta, bönguðum upp hjá Fálkanum, hjá Óla, í Fálkanum. Og Óli vildi Ólmur gefa þetta út, eða hann sagði það. Og við skildum spólun eftir hjá honum, þetta var bara segulbandspóla. Og hann sagðist alltaf að láta búa til plötu. Og svo leið og beið og aldrei kom platan. Og við vorum eins og aðrir ungi menn, okkur fannst ein vika allt á langur tími. Þú veist hvernig þetta er. Það er ef þú talar við ungan mann í dag með þessi og segir, eigum við ekki bara drífa í þessu? Fyrir mér er það á næstum 3 vikum, en hjá honum er það á morgun. Það er unga manni, sko. Þetta er bara þannig sem að tíminn fer með mann, sko. En þarna, það gerðist aldrei neitt með þessa plötu. Þannig við fórum að ganga á hann, þá hafði hann aldrei sendið út í framleiðslu. Nei. Já. Þannig að þá tókum við þetta af honum og fórum með þetta til Jón Ármannssonar sem átti hérna Fakó og Karnabæ og þetta vesen. Já. Og hann segir, heyrðu strákar, þetta er æðislegt efni, nú vil ég bara að við förum í stúdíó og þið fáið bara almennilega tónlistina með ykkur. Það Maggi Kjartans og trommarinn í Brimkló, Ragnars Raggi og Jonni, hérna kvikmyndagerðarmaður, Jón, og við tókum þetta bara upp og svo kom smá strengir og hann fór allar leið með þetta. Og þá tekið upp á tannlæknastofum hann ég. Akkur í tannlæknastofu? Það var bara gott sound. Og þar var hann með 2 segulbartæki, ekki bara 1. Ekki 2? Nei, 2. Þannig að þú gast tekið upp... Með þessum fítus? Já, ég tekið upp stereo hérna, allan undirleikinn og svo bætt með söngnum, sko. Og svo kannstu sent það hérna yfir og þá bætti maður kannski kassagítar við og einhverju svona smá eða strengjum og svo bara kláruðum við þetta og þetta var gefið út og sló bara í gegn, gerði það, sko. Ég man eftir því að fyrsta gigið okkar, svona stóra gigið, það var í Háskólabíó og þá voru hljómar þarna frekar en trúb, ég held að það hefði verið hljómar frekar en trúb og náttúra og all þekktustu böndin þá. Stóru böndin. Já, og við, einhverjir Lúðar og Keflavík, áttum að fá að vera með. Njarðvík. Já, Njarðvík, já, Keflavík og Njarðvík. Og við nutum ekki meiri virðingar en það að við fengum ekki að spila í stóra kerfi þeirra. Hljómsveitarkerfi. Því það var búið að soundsetja það. Já, fyrir þá. Já. Og þannig að við fengum bara æðislega góða mikrofóna og við vorum settir í húskerfið. Þú veist. Hátalinn fram á gangu. Já, það var út alla ganga og alls staðar inni, bara örugglega 50-60 hátalara, nema að það náttúrulega var bara miklu betra fyrir okkar músík. Hún fór alls staðar. Það rigndi bara niður úr loftinu, sko hljóðið. Menn horfði upp á svið, en það kom ekki hljóð þaðan, hann kom bara úr loftinu, sko. Og okkur leið bara rosa vel í þessu. Samdaði æðislega vel og svo bara daginn eftir voru bara blöðin fulla af einhverjum rosalegum yfirlýsingum að það voru komin hérna ferðir færi tónlistarmenn, sko. Ég man eftir þessu, sko. Já. Ég var gaman til að munna þetta. Þannig að þetta var eiginlega bara
ótrúlega einfalt og grátlega einfalt vegna þú þurftum ekkert að hafa fyrir þessu. Þetta bara kom bara svona, gerðu svo vel. Og svo vorum við bara lifðum við á þessu, vorum að spila í hverju viku hér og þar. Og hérna. Svo change var til þarna. Já, símtalið fallega frá Jóhanni þegar hann hringir í mig og þá vorum við búin að vera að spila eitthvað 2002 og 2003. Og þá hringir Jó og segir, heyrðu ekki, ég er svo leiður á að sitja svona að spila. Við sátum alltaf. Við langar að búa til lag sem við getum staðið upp með og fengið samning í Englandi. Bara svona. Og ég segi, já, það getur mér verið spennandi, en svo hringir hann bara daginn eftir og segir, ég er búinn að semja lagið, ég held við fáum samning fyrir það. Og þá samt að ég geti ég. Já. Og viti menn, Náttúra er að fara til London að taka upp og við fengum að fara með og þá áttu þeir að spila undir. Kalli Sigvarðs og Björki Gísla og bara æðislegir tónlistamenn og við erum að taka upp Jag geti ég. Þegar eigandi stúdíósins, Cliff Cooper, hann framleiðir í dag og gerir óransmagnara. Já, við sé það. Já, og kappaksspíla, örugglega mótorhjól. Allt í nafni órans. Og akkurat þegar hann gengur inn í stúdíóið þá erum við að syngja Ég geti ég og hann bara stoppar við og við sjáum það að hann svona lyftir höfði og svo bara þegar lagið er búið þá kemur hann og segir Hey guys, I want to do a deal with you. Ok. Þá bara fengum við samning. Nei. Jú. Bara sí svona? Já, já. Vá. Þetta var bara og allir í hljómsveitinni sko Úr annarri hljómsveit? Já, þeir voru með okkur. Þeir heldur að hann verið að tala það. Já. En hann var bara að tala okkur. Já, ykkur tvo. Já. Og svo bara gerði við samning og skrifum undir einhvern lélegasta samning sem sögur fara af. Hvernig þá? 1,5% í hagnað og borga allan kostnað sjálfur. Bretarnir eru svona. Já, svakalegir. Þetta hljómar strax eins og skítadíll. Þetta er skítadíll. En þið skrifuðu undir þetta? Já, við vorum svo ánægð með athyglinna, sko. Og svo mættum við, fórum við heim og svo kallaði hann á okkur aftur og þá fórum við inn í stúdíu og tókum við fleiri lög. Lazy London Lady man ég eftir og Get Your Gun og fleira. Peanuts sétt eitt. Þessi lög eru öll mikið hitt á Íslandi en ekki hérna úti. Nema Jag geti ég, það vakti töluverða athygli og var komið í spilin á BBC. Og svo fengum við símtal frá Top of the Pops sem var heitasti þátturinn þar og við áttum að koma þar fram. Og svo var bara vika í það, þá kemur annar símtal og stjórnandi þáttarinn segir því miður, þá getum við ekki flutt þetta lag því þetta er auglýsing fyrir súkkulaðistykki. Já. Sem heitir Jag geti ég? Já, já. Það var það eitthvað nýtt súkkulaðistykki sem var að gefa út. Sem, sko, lagið var undan súkkulaðinu, er ekki rétt hjá mig? Eða eftir, ég veit ekki. Við vissum ekkert það. Kobbi Magg sagði þetta. Kobbi Magg fór á fund og reyndi að rífast út af þessu. En það var ekkert hægt. Lagið fékk ekki brautargengi á BBC út af þessu. Og bara tekið úr spil? Já. Væjá. Svona getur þetta gerst. Lífið gerist. Já. En þetta var vinsælt í Hollandi, man ég, og einhvers staðar fleiri. Og náttúrulega við superhitt á Íslandi var það. Já, kann þetta hvert mannsbarn. Já, já. En þetta er svona... Sem náttúrulega var með prítur. Já. Svo bara ákvaðum við þetta í framhaldi af þessu að stofna hljómsveitina Change. Fengur Sigga og Bygga Hrafns inn í bandið. Og þá var farið til að taka upp meira hann í Órans og svo, þá kom einhver maður frá EMI útgáfu og vildi bjóða okkur samning, taka okkur frá Órans og færa okkur þar yfir. Bara allt bandið? Já. Og okkur sem lagasmiði og þá sem flytjendur og við fórum hérna yfir og héldum fund og ákvaðum að gera þetta og þeir fengu fyrir okkur lögfræðing og losuðu okkur úr þessum lélega samningi. Já, hann var ekkert mál, hann var svo lélegur.
Þetta þótti bara skammarlegt, sko. En það var ungur og glaður og Ég veit, leika og en skrifa þetta var bara hvað svo sem er. ótrúlega spennandi og skemmtilegt Já. að upplifa drauminn, sko. Ég var að koma á. Svo þannig að við förum inn í stúdíó hjá EMI, Chapel Records heitir þetta, Chapel Studio og svo Chapel Music og þetta heimsfrægt fyrirtæki í dag og var þá. Og við byrjum bara að vinna og allt í einu kemur hérna maður inn í stúdíóið, H.B. Barnum heitir hann, og heimsfrægur útsetjari og pródúser frá Ameríku, sem var að útsetja fyrir Osmonds. Sískinni, Osmond sískinni. Donny Osmond og hérna allt og hérna Simon Garfunkel, hann var bara heavy, sko gæi, þetta var bara toppmaður. Og hann kemur inn í stúdíu og segir, hey, you guys sound very good. Is it possible that you come to my hotel and play some songs for me? Þá hafði hann áhuga á okkur sem lagarsmiðum. Já. Og við förum upp á herbyggið og hann bara með penn og blað og við spilum einhver 20-30 lög. Yeah, it looks very promising. Is it okay if I come and help you do an album? Og við förum í stúdíu og tökum þá upp Change-plötuna. Sko. Já, þetta er hann. Já, var það ekki? Jú. Já. Og hann hérna bara heitur og fínn og við gerum þessa plötu og svo segir hann hérna After working with you guys, I would like to bring you, Magnús, and you, Jóhann, over to the States to work with me. Og okkur þótti það bara alls ekki góð hugmynd, sko. Nei. Að við vorum í hljómsveit, sko. Við vorum að fíla okkur, sko. Og við sáum okkur ekki inn á einhverjum herbyggjum í Ameríku, sko, að semja lög fyrir einhverja. Nei, hann sagði, þetta var, sko, við vorum svo miklu astnar, sko, bara skildum þetta ekki, sko. Þetta var einn af topp 10, sko, vinsælvirtu og mest virtu pródúserum þess tíma. Já, ok. Það var bara þannig, sko. Hann var með topp 10 hitt, sko, bara á vinsældaristum í Ameríku. Og hann vildi bara fá okkur hérna út, borga fyrir okkur húsnæði og uppihald, kom okkur í kynni við Diana Ross og fullt af fólki til að fara að vinna og við sagðum bara nei takk. Af hverju neita? Bara af því að við vildum vera í hljómsveitinni. Við höfum trúið að Change yrði stóra máli. Já. Og hann en þú líkt tilbaka þegar þú segir þetta núna. Ég held að ég sé miklu ánægðari bara á þeim stað sem ég er núna með bara minni konu og börnum og öðru heldur en í þeirra óvissu sem hefði kannski skapast hinum einn. Kannski verið meira hass hinum einn líka. Já, alls konar, sko. Ég held að lífið bara farið þannig með mann eins og hann var á skilið, sko. Það er svolítið þannig. Finnst það. En þetta var allavega tækifæri og hann var alveg steinhissa á þessu og allir í kringum hann í bransanum, sko. Þeir sagði bara nei. Stóðu með ykkur? Já, við gerðum það. En hélt Change áfram sem band? Nei, svo bara heldum við að búið að gefa út einhverja 2 eða 3 singla hérna og var búið að fá pródúser frá Afríku, afrískur strákur sem var allt í lagi. Hann var engin mega gæi eins og þessi, sko. Og við vorum að taka upp einhver fáveitalög hérna, Ruby Baby og Casanova Jones og eitthvað svona, sko. Líklega til vinsældarlög. Já, það var bara þannig. Við vorum bara, þeir borguðu fyrir okkur 3 íbúðir sem við vorum í, bandið, og við vorum bara heima að semja. Samt í Blue Jean Queen á þessum tíma, manni. Já, það lifir nú alltaf. Já, hérna allavega, sko. Og svo bara fjaraði undan, sko, við vorum ekkert að spila live, það var engin umboðsmaður fyrir okkur til að koma okkur á framfæri að spila. Við vorum bara hangandi í þessum húsum, drekkandi bjór og klóra okkur í raskatinu, sko, og bíða eftir einhverjum tækifæri, sko. Það var enginn í marketingdeildinni? Ekki þannig, sko. Svo frétti ég seinna að umboðsmaðurinn okkar, Paul Robinson hét hann og var mafjósi. Hann var í mafíunni, sko. Nú, ok. Alla leið? Já, hann var alla leið, sko. Við vorum hjá honum og hann var orðinn offísíalt umboðsmaður okkar. En hann var líka umboðsmaður annarra 10. Það voru 9-8 hjá honum fyrir utan okkur
og þau voru öll á sama stað. Öll svona á hillunni og öll að búa til eitthvað og svo var meiningin sú að þegar það kæmi eitthvað bitastætt hjá einhverjum af þessum 10 þá yrði allt fjármagnið tekið og laginu launchað. Já, ok. Hann var búinn að fá, ég man ekki hvað það var, 100.000 pund fyrir okkur sko, frá IMI sem akt og við fengum ekkert af því, við fórum bara eitt í stúdíu og taka upp. Vissu þú aldrei hvernig þessi fjárhagslið leit út? Nei, það tónlistamenn vita það aldrei sko. Og hægt spá í það? Nei, maður fekk bara að éta og gaman að vera til. Svo kom maður, veistu það ekki satt í það, einu sem við vorum í stúdíónum, það kemur bara maður með ferðartöskur, svona skjalatöskur. Hi guys, og hann situr út á borðið og opnar þetta. Is there anything that you want? Og þá var það bara marijuana, hash, LSD, spýtt, you name it. Bara kokteili? Já, bara röð. Og hann sagði bara svona, yeah, I was told to look to see if you needed anything. Og þá var það bara einhver úr kreðslunum, tónlistakreðslunum? Já, einhver úr útgefandakreðslunum, sko. Það var málið var það að láta tónlistamenn verða mjög skapandi af örvun, efna, þannig að þeir eru fljótir að klára sig, því það var nóg að öðrum, sko, til að taka við. Og svo eru stjörnur þegar allt byrjum, sko. Allt, sko. Þannig að við keyptum einhvern smá hassarna, held ég alltaf. Aftur koni hassu. Svo fór hann bara, en mér fannst þetta bara svo merkilegt, það væri maður, sko. Já, bara í þessu? Já, sem gengi á milli kannski tónlistamanna og væri að bjóða þjónustu sína, sko. Þannig þú var alltaf verið fylginir í tónlistin? Já, ég hef alltaf verið það. Já, þetta hefur alltaf verið aðalmálið. Þangað til ég átti börn. Já. Það tók ég mér alltaf svona eins mikið frí og ég gat, helst 2 ár. Sko, það því að ég var búinn að lesa mig til einhverja fræði það að meðan heili barna væri að mótast fyrstu 2 árin, soga inn á þessu rosalega poweri, sko, og merkja allt sem hann kynntist, þá þú að vera með í þeirri merkingu sem pabbi, sko. Og ég held að það hefur reynst mjög vel. Já. Það meikar alveg sens. Já, ég held að líka. Af því að ef maður ókunnugur barninu sínu á þessum fyrstu skrefum, 2-3 ár, þá held ég maður verði ekki hluti af sálarlífið þeirra, sko. Ekki svona innra. Og hvaða ár eru að tala þú verið faðir? 18 ára fyrst. Varstu 18 ára? Já. Ok, duglegur. Þetta var bara... En lifðir alveg á tónlistinni? Fórstu í gegnum fjölskyldulífið og fríin? Ég var alltaf skítblankur en ég lifði samt á því. Já. Það var alltaf að segja frá Eyði hérna, það er svo langt síðan, sko. Ég var að handlanga sem múrari hjá tengdaföður mínum. Ok. Það var í 7 stjörnur í Keflavík. Ef þið heyrið þetta 7 stjörnum minn, þá bara heilsa ég ykkur. En þeir voru með lykla af frystikleifunum. Já. Og ég náði mér lykil. Sko, svo bara svona undir morgun, þegar allt var öll inn, þá fór maður í frystikleifunum og það var því fisk. Bera heim. Já. Björgir bú í orðsins fyllstu. Já, kannski kjöt eða eitthvað. Þetta, mann eftir þessu, þetta var... En hvaða hugs var í gangi á þessum tíma? Hvernig myndir þið lýsa þessum 18 ára maður var bara hálf meðvitundalaus, sko. Það voru engin stór markmið nema það að verða músíkant, sko. Það var bara markmið, ná tökum á ferlinu. Þú greinlega staðið við það, þegar hér setur í músíkant. Já, ég veit það. Þetta kostar líka sitt. Já. Ég maður það allir sem ég átti konu á þessum tíma sem heitir Rósa og átti 2 börn og þegar við förum út til London þá eru hún og börnin eftir. Ég var búinn að kaupa íbúð hérna á Íslandi þá. Ég var að handlanga hjá múrara og ég keypti eina íbúð á honum. Fekk að borgaði bara inn í vinnu og þetta var allt hægt þá, þetta var miklu einfaldara. En svo þegar við erum hann úti og erum búin að fá samning hérna og þá hringi ég heim og segi seldu íbúðuna og komdu út. Hún var treg til að byrja með. Lét svo undan frekjunni mér, seldi íbúðuna og kom út með krakkana og við fórum að búa þarna úti. En hún þoldi ekki þessa
þessar breytingar. Hún fór bara að drekka mjög mikið og var síðan mjög alvarlegur alkohólisti. Og það er eitt af þessu sem þetta kostar fyrir mér í dag. Ég líti á þetta sem algjörlega óþarfan kostnað, brjóta niður heila manneskju út af því að ég mig dreymdi eitthvað, sko. Og en svo endaði þetta því að ég fór heim út af því að hún var eins og lasin. Og við prófum þetta eins áfram, en hún var orðin það veik að hún þetta endaði bara á slysi og hún dó bara. Bara leiðilt að þetta. Ég get ekki talað um þetta núna, þetta var erfitt að tala um þetta, en þetta er bara eitt af þessum atvikum sem kemur fyrir menn. Hún var á fylleríi með mömmu sinni og það kveiknaði í sófa. Og þær drápuðu í eldinum og svo kveiknaði aftur í honum og þær voru bara að drekka og svo kveiknaði aftur í honum. Þær höfðu ekki vitað í að taka helvíti sófan og fara með hann bara út. Svo fóru þær bara að sofa. Og þá læsti eldurinn sig í gardínur sem voru hérna og þær duttu yfir rúmið sem hún var í. Og fóru báðar í slysið? Nei, hún dó bara, þessi Rósa dó bara. Og þetta var mikil sorg hjá krökkunum, sko, og svona bara eins og getur ímyndað þér. Akkúrat á þessum tíma þá var ég náttúrulega búinn að reykja mig alveg á kaf. Ég var orðinn bara kynfiskarsögin og gekk með veggjum bara og horfði döprum augum. En kreatífur? Já, ég var kreatífur, sko, en ég horfði samt döprum augum á framtíðinu. Ég var orðinn kvíðinn og svona fælinn. Lokaði mig bara með gítarinn og þessar pælingar. Og ég man eftir því að ég þurfti svona að taka mig svolítið á og mér fannst nauðsynlegt að ég færi að vinna þá á þessum tíma. Bara 9 to 5? 1908 tíma út í handa. Bara rétt það leyti sem að áður en ég hitti þig. Þannig ég fer að vinna með bauðst 2 vinnur á leikskóla og á geðdeild. Og þú var ekki geðdeild? Já, mér fannst það. Ég þyrfti einhvern veginn að ná tökum á barninu í mér aftur. Eða þá á öfgunum í mér til þess að halda áfram bara skilningi á því hver ég var orðinn. Ég var orðinn hólur þarna á milli. Hvernig lapparðu tilbaka út úr svona? Bara í tíma, tók mig ykkur 6 ár. En ég fór að vinna hann á geðdeildinni og þar samdi í Íslandi landið. Sandra, á geðdeildinni? Já. Heyrðu þetta? Á geðdeildinni. Má ég kynna til söguna á Garun? Já. Þetta er sem sagt voffin ykkar. Já. Og hún er sem sagt með mömmu sinni í sófanum og fylgjast með þetta bara skynsamlega fram allt saman. Hún er algjört yndið þessi hundur fyrir ekki. Ég er með svona athyglisbrest og hún stemur alveg athyglinni. Já, vertu velkomin í hópinn. Við erum komin til skýrið eftir korter, sko. Þetta er sem Garun, þessi fallegi hundur, þessi stelpa. En við vorum á geðdeild. Já, ok, ég fekk vinna á geðdeildinni af því hún borgaði aðeins betur. Og ég fór að vinna og ég maður það. Sama daginn og ég mætti á geðdeildina, þá var konan mín sett inn á hinn enda spítalans og illa brennd, sko. Og ég maður það að ég var ofboðslega klekkaður hérna. Þetta var svona álma, sko. Og það sem hún var, það var svona einhver líknardeild eða eitthvað. Og ég að vinna hinum megin og ég gekk hérna á milli, fór að heimsækja hana einu svona dag og gat varla, sko, tekið þátt í þessu því að hún var svo illa brennd, sko. En það var æðislegur hjúkrunarfræðingur sem var á geðdeildinni sem tók mig að sér, sko. Hún benti mér á það að ég væri ekki að upplifa þetta á raunverulegan hátt. Það væri það mikið sjokk að ég væri eins og fyrir utan sjálfa mig að taka þátt í þessu og það var þannig, sko. Ég skildi ekkert í því af hverju ég var svona kaldlyndur, sko, til dæmis. Og ég held steiminum alveg í burtu þá? Já, það bara gerist. Bara líkamlega einkenni eru bara þannig og lendir í svona sjokki þá bara þið bara ítt svona inn í sálarlífi, sko. Og hún sagði, þú skalt búast við því að þetta komi tilbaka á næstu svona 4-5 mánuðum. Og hún sagði, ekki reyna, maður alltaf eftir þessu ráði sem er alls ekki í anda þeirra ráða sem að maður fékk til dæmis hjá AA eða svona. Hún sagði, farðu bara niður í bæ, farðu á fyllerí, hittu fullt af fólki
reynda að skemmta þér og gleyma þessu og býttu svo bara eftir þetta vakni aftur, eðlileg sorg yfir þessu og eðlilega tilfinningar og þá verð ég hér og ég var hérna í 7 mánuði og geðdeildinni að vinna. Kona mín dó þarna á þriðjudegi og en það sem að gerðist þarna sem ég man sérstaklega eftir, það var ung stúlka sem heitir Anna Benny sem var hérna í geðdeildinni. Hún var 15, 16, 17 ára. Þegar ég opnaði hurðina þá kemur hún hlaupandi og segir: "Ert þú engillinn minn?" Og ég segi: "Nei, ég er bara nýji starfsmaðurinn." Og ég geng hann inn og hún segir: "Jú, þú ert engillinn minn." Og svo hoppaði hún í burtu, svona valhoppaði. Ofboðslega falleg stúlka, brún augu og sítt hár og svo kom hún aftur og dansaði til mín og hún sagði: "Alltaf þegar mér líður illa þá er ég höfrungur." Elsku stelpan. Og ég sagði: "Ertu þá höfrungur núna?" "Já, nú líður mér vel." Og svo dansaði hún í burtu. Og þetta var skjólstæðingurinn minn alveg í 3 mánuði. Já, og ég samti lag bara við myndarendar sem kom út fyrir 2 árum, heitir Höfrungastúlkan og hún var þarna og ég sem sagt var skjólstæðingur hennar og ég satt með hann á fundum þegar sálfræðingarnir voru talað við pappina var algjör fáráður sko, bara nasisti sko. Hann var það, hann vitnaði bara í Goebbels bara og nú alla leið. Já. Þannig að það var, og hann var eiginlega búinn að gera stelpuna bara hálf veika sko, af því að hann kenndi henni það að mamma hennar hefði orðið veik. Þessi pakki. Já, bara ábúrslega rásakannar á hana en svo bara Anna Benny, hún sagðist elska mig og ég sagði: "Ég elska þig líka, Anna mín." Og einhvern tímann sagði svona: "Ætlarðu þá að verða maðurinn minn?" Og ég sagði: "Nei, ég bara elskaði hinsegin." Og þá var allt í lagi sko. En hún var alveg óbúslega mikil vinkona mín, þessi stúlka, og situr í mér enn. Erum við fylgst með henni eitthvað? Já, ég ætla að kemja að því. Svo er ég bara farin að bara heldur lífið áfram, svo kemur símtal fyrir einhverjum. Ég get ekki munað hvað langt síðan sko, bara man það ekki. Slatti, soltið? Já, sko frá þessum tíma, 80, alltaf ekki verið svona kannski 80, kannski 7, 8. Svo langt í byrju. Ég gæti trúa því hún hafi verið orðin þá 25-6 ára, kannski. En allavega, ég svara símanum einu sinni og þá segir hún: "Komdu sæll Magnús, þetta er Anna." Hún þurfti ekki að segja Anna Benny, ég þekkti röddina. Hún silfur tær rödd, sko, það var falleg. Og hún sagði bara: "Mér langaði bara svo óbúslega til að þakka þér fyrir, Magnús. Þú komst alltaf svo vel við mig og ég hafði svo gaman að ég að kynnast þér og mér langaði bara svona að kveðja þig og segja halló og svo sagði hann bara: "Ok, Magnús, menn við bara vertu bara blessaður og hafðu það sem allra best." Og þetta kvöld þá gengur hún í sjóinn. Skilur, þetta var sko, var hann á Kleppi þá og gekk bara í sjóinn og fór þar sko. En mér fannst það alltaf svolítið táknrænt þess að hún var höfrungur sko. Kvöldið sem hún gekk í sjó, þetta kvöld þá já. En þetta var... Þú samti lag sem sagt... Já, það heitir bara Höfrungastúlkan. Þú getur flettið upp á YouTube bara. Og en þetta var eina af þessum manneskjum sem var virkilega svona snerti við manni tilfinningalega og andlega. Af því hún átti virkilega bágt en var á sama tíma óbúrslega falleg sál. Sko, bara ofbrótækt fyrir þennan heim eða eitthvað svoleiðis. Og ég man, hún sagði við mig: "Ég er ekkert falleg lengur, Magnús, ég er orðin ljót, ég er orðin feit og líður ekki vel af öllum lyfjunum," sagði hún sko. Og ég sagði ekki neitt sko, ég sagði bara: "Gaman að heyra þér og hugsa oft til þín," og eitthvað svona sko. En svo bara gerðist þetta, hún gekk bara í sjóinn. Elsku stelpan. En þarna var ég bara komin, þarna var ég búinn að skríða út úr mínum hremmingum og komin á bjartari stað, búinn að hitta hana Jenny mína sem við búum saman, en búin að búa saman í 37 ár held ég núna. 37 ár? Já. Bara svona okkar milli 37 ár, hvernig gerir maður svoleiðis?
þau bara líða. Já. Já, þið eru 37 ára sögu. Já, hún alltaf fersk. Það er það sem svo fallegt, sko. Hún líka eins og pabbi. Hún talar ekkit ofboðslega mikið en sendir alveg þessa sterku strauma, skilnings eða ef hún ekki ánægð, þá setur hún hendur að með mér. Það alveg nóg. Já. Og já, svona þetta bara. Svo hef ég bara alltaf verið að semja músík. Eitt svolítið fyndið kannski sem ég ætla að segja þér. Við eigum 2 börn, 2 stráka og þegar þeir voru svona 2005 held ég, þá gef ég út plötu sem hét Hljóði nóttin sem var mjög vinsæl. En árið áður þegar Steinar Berg kemur til mér og spyr mig hvort ég vilji gera plötu með þeim lögum sem aðrir hefur gert vinsæl og líka eigin lögum, sko. Og mér leist eiginlega ekkert á þetta en einhverja nóttina var ég að drulla á gítar og söng þá lögin, sko. Gamlum sögnum segir svo frá. Söng þetta þarna, sko. Bara svona eins og Leonard Cohen, bara svona svæfingartónn. Og ég sagði við Steinar, já, ég geti hugsað mér kannski þá að taka þetta bara á allt annan hátt heldur en ég verið að glíma við. Og sagði svo við hann, ég skal senda þér eitt demo sem heitir Hljóði nóttin. Og hann hringir bara strax tilbaka, heyrðu Magnús, þetta er bara brilljant hugmynd, við gerum þetta. Svo fórum við bara inn í stúdíu og tókum upp einhver 16 lög, 15 lög og gáðum þetta út. Og þetta bara seldist bara í 8.000 eintökum, bara metsölu plata. Bara vel gert. Og strákarnir mínir, áður ég gerði þetta, þá skellir hlóðuður af mér. Pabbi var að gera plötu. Gamli. Þeir bara trúðu því þeir þekktu bara Óla Prik og eitthvað svona vitleysi sem ég hefði verið að gera, sko. Og já, ég gerði Óla Prik og Icelandic Folk Music og Íslandsklökkur fyrir túrista og ég lifði á því. Það seldist mjög vel. Rappi heitinn gerði þetta með mér, Rappi Grafík. Við vorum báðir að hugsa að gera Heitinn? Já, Rappi Jónsson. Hann var í fyrstu skrefunum að fara að gera plötu með þjóðlögum og ég var líka að hugsa það. Þannig að við slóðum þessu saman og gerðum þetta saman og ákváðum að hafa engin pophljóðfæri, heldur bara þunga bassa og fiðlur og svona írskar drumbur og kór, karlakór og kvenkór og symfónískar útsetningar. Svo kom Símon Kúran, spilaði inn á þetta, Marshall Nardo sem æðislega fær flautuleikari líka. Og þannig við tókum þetta upp og þetta slá svona rækilega í gegn. Þetta bara seljast í bara 40-50.000 eintökum í dag. Það er stórt á Íslandi. Það er rosalega mikið og opaslega vel þegið af okkur rappa. Það er alltaf búið að vera til í 94, sko, 130 ár í dag. Já. Þetta er bara áfang. Já, og þetta er þetta bara svona áfang. Já, og þetta er enn að seljast, sko. Vel gert. Já, þannig að þetta hélt í okkur lífinu, okkur rappa og líka okkur Jenny og fjölskyldunni. Þannig að það er þetta summerð upp þannig að þú æfistarfið er músík. Já, þeir þekktu ekki þennan þátt í mér, Change og Ráða kannski menn og allt þetta. Þetta var bara einhver hallarislega músík út í bæ, sko. Og pabbi gaf ekki. Já, svo þegar ég sagði þetta, ég er að fara að gera plötu. Þá kallaði hinn og þeir, pabbi var ekki að plötu. Og þeir hlóðu þessu bara og fannst þetta alveg fáranlega hugmynd, sko. Já, þeir sjáðu kannski með öðru ljós í dag. Já, þeir gera þetta í dag. Svo hann, yngri strákurinn okkur orðinn tónlistarmaður og að spila bara í Evrópu. Í svona heavy metal bandi. Fór hann fá viðina? Auðun, heitir það. Já, ég hef heyrt þá. Já, ég veit. Já, hann fór alveg omvendt við pappa. Já, alveg. En hann er að stela frá mér hljóma. Já, alveg. Hljómbröðu, sko. 700, 600. Jólapóðunum, hann segir að bísa. Hann segir það. Babbi, má ég ekki taka þetta? Það er einhver hljómsetning hérna. Ég ætla að setja þetta í svona heavy metal. Það verður miklu flottara. Ég sagði, gerðu svo vel maður. Bara gaktið bara í þetta eins og það eigir þetta.
Vel gert. Svo samt ég texta fyrir það líka. Já. En þetta bara sagan heldur áfram, sko. Haldreipið mitt hefur alltaf bara verið í músík. Ég get bara ekki dáninnar verið. Nei. Og þín árgangur, ekki árgangur, en Bítlabæs árgangurinn náttúrulega búin að móta meira með alla tónlistastefnu og Íslandssögunar. Já, kannski fyrstu 20 ára, svo hafa alveg nei. En þetta grunnurinn undir þessu öllu. Já, það má vel vera, já. Þínar kynslóðir. Já, það má vera, já. Ég upplifa það þannig. Já, það sem ég finnst mest spennandi í dag sem tónlistarmaður, það að geta verið að gera þetta. Ég renn að fara og halda tónleika, klukkutíma tónleika eða 2 tíma, bara með gítarinn og gengur bara mjög vel. Og ég svo langsamur að það alveg 10 lög, milli 10 og 15 lög sem allir þekkja. Og þá í salnum þekkja þetta nógu margir til þess að syngja og það fyrir alltaf flug einhvern með manni, sko. Það kunni nú flestir þann texta. Já, og þetta bara svo fallegt finnst mér, fyrir mig sem gamlan mann að upplifa þetta. Skilur, að fá þetta feedback, sko. Nákvæmlega. Ertu hreykin af ferlinu þínu? Já, ég það. Ég stoltur af honum vegna þess að hann sjálf svona borinn. Þú veist, ég vil ekkert verið að búa til einhverja rosalega auglýsingaherferðir. Þetta eru lög sem maður gefur út og þau vinna sig í gegnum athygli fólks, mann á milli. Og mann fram manni. Já, mér finnst það eru 2 lög núna sem að gera þetta. Það eitt 19 ára gamalt lag sem heitir Ólýsanleg. Það að skjóta upp kollinum núna hjá kórum og einsöngurum og óperusöngvarkona og ég nota mikið í giftingum og öðru svona. Samtíð þetta ég var staddur upp í rúmi bara eins og oft séu alltaf fram að hádegi eitthvað ég get. Það góður, ég þakka það. Og það var kertalög flóðandi, sko, síðustu metrunum. Og það voru svona skuggar að leika sér á veggnum, opin gluggi. Og þá fór ég að hugsa, já, ef að kertið væri skapandi, þá myndi það sjá allt nema skuggan sem hún býr til. Sko. Svo ferði ég yfir á sólina, sko. Ein sól á himninum skín, aldrei skuggan mér sér. Bjó hann samt til og hann fylgir mér. Og eins ástin sem ég til þín ber, ólýsanleg. Bjó til ástarteksta úr þessu. Ólýsanleika ástarinnar. Og sólin býr til og sér allt nema skuggan. Býr hann samt til. Og mér fannst þetta svo falleg samlíking, sko. Þannig Þetta mikið hugs. Já, þetta bara svona þetta sem kviknar. Þetta svolítið engin ADHD að fara að festast inn í svona kreatífu hugsi sem gerir lífið svo skemmtilegt. Ég held að ADHD sé ofurkraftar en ekki Mér finnst það. Mér finnst það. Já. Algjörlega. Ég kalla þetta sko ég þegar skoðunar að sko háloftin og djúpið í sjónum, þetta svona, háloftin eru hérna og djúpið hér og við erum hérna á krossgötunum. Það sem þetta venjulega En ef við náum að fara upp í og það eru, sko, það sem ég finnst merkilegt við þetta, það eru súperbrautir, ofur hraðbrautir, bæði uppi og líka í sjónum. Sko, svona surveyor belts, bæði í loftinu og líka í sjónum og ég held að hugurinn okkar, eða ég þeirra skoðunar, vinni svona líka. Þegar hann stiltur, þá hann bara stiltur, en ef við missum hann upp í hákvolfin í huganum, þá óbáslegur hraði, bæði þar og líka djúpt inni. Þetta bæði út á við unna við. Og ég þeirra skoðunar að þegar maður að skapa músík, að maður nærði að fara þarna á þessa staði, hvort sem það fyrir ofan eða neðan í djúpin, að þá maður örskots stund að semja textalag. En það gerir svo hratt. Þú þarft ekki að hugsa, það kom bara myndir á óbáslegum hraða og þú tínir bara úr þeim hvað þú vilt. Þannig að bara, hugurinn bara stiltur innan það, þetta bara kemur til þig. Já, þú þarft ekki að hugsa á þessum stað. Þú hugsar þetta ekki upphátt, þetta kemur bara til þig. Já. Þú ert ekki svona, ég ætla að semja texta. Nei, þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þannig. Nei. Þú ferð þarna á þennan stað, sko, Kristján frá Djúpalæk,
sem svona einn af mínum uppáhalds lýríkmannum, Ljóðum og annað, og svo Gunnar Dal. Þeir sögðu mér þetta báðir berum orðum. Gunnar Dal sagði bara einfaldlega, Magnús minn, ef þú ætlar að ná einhverjum árangri í að semja og gera eitthvað, þá skaldu hætta að hugsa. Taktu bara taktu inn og þegar heilinn fullur af þessu, þá ekkert annað fyrir hann að gera en að losa sig við það. Nákvæmlega. Sko. Vel orðað. Og verður þá bara tilbúin með pennan og blaðið, þá bara kemur þetta. Ég fór bara að æfa mig í þessu. Ég kalla þetta, sko, Guð á ensku God og God aftur á bak dog og ég kalla þetta hundinn. Já, ok. Sko. Að fá hundinn? Já, ég byrju, nú ég að stoppa á þessu, þú til ég að taka við þessu? Þá sendi ég hundinn í þetta. Og þegar ég, svo segi ég við hundinn. Það svona fagorð. Já, þegar ég stopp, búin að skrifa niður það sem ég kemst ekki lengur og þarf að fara að hugsa, ég vil það ekki, en þá segi ég ætla að leggja mig, far þú og náðu í þetta, hundur. Og svo bara, ég vil semst bara koma með þetta þegar ég vakna. Mjög undantekningarlaust og oft þá, fyrsta sem ég dettur í hug þegar ég vakna, það rétt framhald á textana. Sko. Já, sumir greinilega ætla þetta. Já, undirmeðvitund okkar bara svo stórkostlegt instrument. Já, þú veist. Hún alltaf að. Alltaf að, sko. Og svo bara, hvað inn í undirmeðvitundinni sem að, hvort að skemma okkur eða gleður okkur? Ég bara komst að þeirri umfjöldu staðurinn, sko, að ef ég alltaf upptekinn við alltaf marga hluti, þá kemst þetta ekki að. Sko. Þú þarft að vera bara letingi bara og og bara svona flæðandi og bara glaður þar. Þá bara koma svona fyrirliti bara tilbúin fljúgandís. Og þú ennþá búið til fyrirliti? Já, ég gerði það. En hvernig svona þið verðum að detta á tíma? Já, það voru skemmtilegt spjall. Það voru fælega skemmtilegt. Hvernig líst þér á músíksenuna? Nú ert þú bara riðinslóðina, þín kynnslóðin, svona músíksenan í Íslandi í dag. Hvernig? Það eru náttúrulega snillingar, Múkisson, Júníus Meivans, þú veist, og fleiri, Mageiris náttúrulega, af gamla skólanum. Og svo eru Una Torfa, alveg frábær, og Bríett, fullt af æðislega flottu tónlistarfólki. Ertu að tegið eitthvað inn í yngri deildina? Ragga Gröndal náttúrulega, ég vinni með henni. Það eitt nýtt lag núna á þessari nýju plötu sem heitir Getum við munað. Og það litla sögu. Þegar ég hitti Gunnar Dal í fyrsta skipti, þá var ég að ganga. Ég hef verið svona 18 ára, 19 ára. Og ég í Eden. Og ég sé Gunnar Dal. Ég leit á hann sem bara rosalega stórt andlegt element. Leit upp til hans. Já, andlegu gaur. Já, hún var það. Hann þýddi bókina hérna veginn. Já, og Spámann. Já, Spámannin, já. Og ég fer til hans og ég kynni mig og segi, komdu blessaður Gunnar, ég ber svo mikla virðingu fyrir því, maður bara að segja það. Já, gerur það. Heyrðu ekki maður, fáðu nú bara sæti. Og hann lætur mig segja til því ég var alveg bara ekki í sambandi, sko. Þú veist hvernig þetta kemur einhver gúru og þú bara... Það var starstruck. Já, bara svo allt úr þér. Eða þú sjálfur þér, sko. Nema það að orðin sem að skildi mig eftir með var gerðu nú eitt fyrir mig ungi maður. Mundu það að ákveða hér og nú hvernig gamall maður þú ætlar að verða. Já, ok. Já, og legðu það á minni. Svo var ég að hugsa þetta fyrir 2 árum og Ragga Gröndal hringir í mig og segir, ef ekki semja lag saman? Og ég segi, jú, það væri dásamlegt. Og ég bara fyrir inn í skápuna í Magnús Manga. Og ég segi, heyrðu Mangi minn, nú þurfum við að gera lag. Og ég fæ strax þessa hugmynd að nýta mér þennan getum við munað. Hugtak. Og ég hugsaði, sko, getum við munað hver við eigum eftir að verða á veginum ófullgerða, sko. Til dæmis, Gunnar Dal segir, hann segir við mig, mundu nú það sem þú ætlar að verða.
En getum við svo munað hver við ætlum að verða þegar við kemur? Sko. Er það sem þú ætlaðir þér að verða? Er það að gerast? Já, spurningin þessi. Er það að gerast nú? Já, það það. Ert að upplifa það sem já, nákvæmlega. Bara vel gert til hamingju við það. Já, takk að fyrir. Og ég verða enda þáttunarinn. Akkurat. Við okkar leiðir lágu saman svona vinnulega. Já. Svo aðeins klappi mér líka. Já, það var þegar ég var að vinna ég minkaði svo að sagan þín svo stór, ég var svo lítill í sætinu. Djúk. Nei, ég veit ekki hvernig það kom til, en við gerðum saman myndband. Já, við Íslandi landið. Íslandi landið. Það var það. Og það eitt af þessi hvað reiknastræðum í kvikmyndagerð. Það dásamlegt. Og ég og háttvirtur tæknimaður vorum að leita þessu YouTube, fundum við ekki. Nei, þetta til bara á myndformum, sko, svo beta og VFS og svona. Ég veit að næstir er þessi týndur, en það væri hægt að nálgast þetta á betaformi og láta mynd setja það yfir á digital. Og alveg komin tíma að gera það. Mér finnst komin tíma að það. Ef það er einhver af uppi sem á þetta digital, endilega senda okkur á týratýr.is eða kappi við þættinu mér eða Magnús eða eitthvað. En Magnús, það var heiður að fá þig í kaldabótinn og hlakka til að heyra nýju plötuna hérna. Ein spurning fyrir ekki í hleypur inn hérna, þetta er ADHD-ið. Já, bara gott. Hvað er þetta Jóhann? Jóhann er alltaf í sambandi við mig. Er það að spila? Já, við erum að halda tónleika núna í Stapa núna í mars. Svona takkatíma tónleika. Er það með nýtt stöð þá? Nei, bara svona nostalgíu? Það er bara nostalgían. Fólk kemur til þess að sjá Magnús og Jóhann fyrir það stöð sem Magnús og Jóhann hafa gert. Nákvæmlega. Þegar ég er að þessu þá tek ég ekkert af þessum lögum nema bara kannski Blue Jean Queen og Light Hit Kjört. Því mér finnst miklu meira gaman að spila svona það sem að hefur, ég tek alltaf álfana, jörðin sem ég ann, ástu fyrstu sín og dag sem dimma nátt, lög sem ég hef búið til og fólk þekkir og svo tek ég svona 3, 4, 5 lög af þessari nýju plötu sem er að koma út, sko. Hlakka til að heyra. Magnús, takk fyrir komuna. Gaman að koma í þetta dásamlega hús. Takk fyrir það. Ég þakka áhorfendum í sal, konunni Jenny og konunni minni Þórunn, þær sitja þarna, þær eru í klappliðinu. Já. Fengi ekkert popp eða neitt. Og hundinum náttúrulega. Já, og hundinum. Við erum hvolp, sko. Hann er sendur að heimann þegar þetta gerist, því að hann verður allt crazy þegar hann er. Já, hann verður svo spenntur að hitta fólk. Já, það er allt brjálað. Já, ég veit. En Garðurinn er búinn að heimsækja okkur nokkuð. Þið sem voru að horfa, takk fyrir að horfa og fylgist með okkur í tjaldabátinn. Já, allir inn á YouTube. Nei, týr.is. Já, týr.is, já, þetta er ekki YouTube. Það er allar upp. Það er það, ég held að væri líka hinum mig. Þetta er tengt YouTube. Já, einmitt. En þú fyrir ekki um týr, það er textana betur með. Ertu með það líka? Inn á Netflix? Já, þátturinn. Þá byggi ég í miklu stærra húsi. Já, það er svolítið. Það var komið inn á Netflix. En ef þið þekkja einhvern á Netflix erum á samband. Takk fyrir að horfa. Já, nei, þetta var nú bara tjók. Ég veit.